útsendingin fyrst í því. Það komið það linkur á það hérna. Já. Góðan dag. Í dag fimmtudagurinn, fimmtudagurinn 28. mars 2019. Þannig að ruglaðist forseti strax í rýminu. 28. mars 2019 og hér fer fram 1290. og fyrsti fundur bæjarstjórnar Akraness. Hér eru mættir til fundar Þórður Guðjónsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í forföllum bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir hlutverki forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson, varabæjarfulltrúi sem situr fundinn í forföllum Báru Daðadóttur, bæjarfulltrúa, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson og Kristinn Hallur Sveinsson, varabæjarfulltrúi, situr fundinn í forföllum Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttur, bæjarfulltrúa, og Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi. Einnig situr fundinn Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, hann sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundarins. Á dagskrá þessa fundar eitt mál. Það hefur málsnúmerið 17.11.001, Bjarg íbúðafélag, umsókn stofnframlag. En bæjarráð Akraness samþykkti á fundi sínu þann 27. mars 2019 yfirlýsingu Akraneskaupstaðar heimild til veðsetningar vegna lóða við Asparskóga 12, 14 og 16 og bæjarráð vísar málinu til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið laust þetta mál. Og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Já, við erum komin hér að máli sem var á dagskrá bæjarstjórnarfundar síðastliðinn þriðjudag og höfum verið þar sem málið kom bara beint inn í bæjarstjórn og bæjarfulltrúar í rauninni höfðu ekki mikið rúm til þess að afla upplýsinga það mál sem hér til afgreiðslu, þá var því frestað til að gefa meiri tíma. En sem sagt umræðnar á síðasta bæjarstjórnarfundi snéru í rauninni talsvert að þeirri tryggingu sem við og Akraneskaupstaður hefur fyrir því stofnframlagi sem veitt inn í þessu tilviki íbúðarfélagið Bjarg. En sem sagt, þannig ég aðeins fari örlítið inn í lögin að þá það þannig í lögunum að ef félagi eins og íbúðarfélaginu Bjarg slitið, þá kveðið á það í lögunum að þá fái sveitarfélagið að ef félagi slitið þá renni stofnframlögin í húsnæðismálasjóð og sem gerir upp skuldir félagsins og skipti síðan stofnframlögin til ríkis og sveitarfélaga. Og þá á endurgreiðslan að vera í sama hlutfalli og verð almennri íbúða á þeim tíma. En auðvitað ef allt fer á versta veg, ef íbúðarfélagið fer í þrot, þá það ekki tryggt að þetta stofnframlag, að við fáum það tilbaka. Og þá gilda lög gjaldþrotaskipti. Man ég ekki nákvæmlega hvert nafnið á þeim, en það gilda þau lög. En í lögunum í 22. grein og 23. grein laga almennar íbúðir og sem sem sagt þessi stofnframlög, í 23. grein talað þessa ríku eftirlitsskyldu
sem að Íbúðalánasjóður hefur með framkvæmdum og húsnæði og íbúðarfélögum sem þessum, og það er kveðið á það í þeirri grein að minnstakosti árlega skuli Íbúðalánasjóður sendar upplýsingar rekstrarstöðu þessara félaga og bara hver staða þeirra sé, en auk þess getur Íbúðalánasjóður líka kallað eftir upplýsingum örar ef ástæða þykir. Ef að íbúðarfélagið eða forsvarsmenn, fulltrúaráð eða stjórn félagsins fer ekki eftir þeim tilmælum Íbúðalánasjóðs, þeim kröfum, þá er það heimilt samkvæmt lögum að tilnefna eftirlitsmann sem þá fylgist á með rekstri og stöðu félagsins. Og það er líka gefin svo heimild samkvæmt lögum að ef staðan er slík að þá er hægt að slíta félaginu, og þá gildir það sama þar og bara almenn slit, að það er hægt að grípa inn í áður en til þrots kæmi sé staðan slæm, og þá er það sama, að þá rennur fjármagnin í þennan húsnæðismálasjóð, það eru gerðar upp skuldirnar og stofnframlög greidd til ríkis og sveitafélaga í sama hlutfalli og í rauninni þær prósentur sem að félagið lagði inn í. Þannig að síðan er það þannig að það er óheimilt að veðsetja meira heldur en lögin gerir ráð fyrir. Við horfum líka á það að kannski þróun fasteignaverðs, þó það sé ekkert tryggt í því heldur, en þá hefur þróunin verið þannig í mjög mörg ár að fasteignaverðið hefur hækkað. Þannig að við erum svona, ef við horfum bara á vísitölu, þá vísitölu sem því fylgir, að þá er hún umtalsvert hærri, að þá er línuritið talsvert upp á við heldur en í aðra átt. Þannig og við höfum líka talsvert rætt það að hvað varðar veðréttinn og allt þetta, að mér langar aðeins að fara örlítið í það hér að í umræðu á Alþingi, þegar þetta mál var til umræðu og vinnslu, að þá var mikil umræðu það hvort að sveitafélögin eða ríkið sveitafélögin gætu verið á fyrsta veðrétti eða samhliða veðrétti bankana í 3-4 mánaða vinnu og umræðum og átökum í rauninni þessa hluti innan Alþingis á þeim tíma. Var það niðurstaðan að það væri ekki mögulegt. Það var niðurstaðan þar að markmið lagana og markmiði með uppbyggingu þessar íbúða myndi ekki takast væru lánastofnanirnar á öðrum veðrétti eða fyrir aftan sveitafélögin, aftan ríkið, að þá væru komnir hærri vextir á þessi lán sem hefði áhrif sem myndi skila sér inn í rekstur félagana og einnig inn í þá greiðslubyrði einstaklinga. Og þannig í rauninni kannski stutta svarið við þessu sem við höfum kannski verið að velta fyrir okkur er nei, við erum ekki tryggð við fyrir því að fá stofnframlögin tilbaka fari allt á vestaveg. En það er rík eftirlitsheimild í lögunum. Það er líka í lögunum að þessar húsnæðis sjálfseignarstofnanir eins og leiguheimilið Bjarg að það er með fulltrúaráð og fulltrúaráði kýs stjórn. Það er ekki hægt að gera kröfu á það að koma sínu fólki að í stjórn til þess að sitja við borðið. Þannig að ég tel að ef við höfum færi til þess að þessu stigi málsins eða að taka umræðu við það, við forsvarsmenn leigufélagsins, að hvort við eigum möguleika á því eða reyna að gera kröfu á það að sitja við borðið í þessum málum. En þannig ég held ég sé búin að reyna að útskýra þetta svona samkvæmt þessum eftirlitsheimildum sem eru til þess að reyna að tryggja sem lögin gerir ráð fyrir til að tryggja að hlutirnir fari ekki á vestaveg. En en annars ef að það er ekki hægt að sporna við því að þá er stofnframlög ekki tryggt ef við færum það út í.
ysta hluta, en með þessu, ef við segjum það, eða með þessu 92 milljónum sem eru hér til umræðu, sem að hafa lagað, sem að samningur gerir ráð fyrir að sé stofnframlag, erum við að fá ráðstofan rétt yfir 8 íbúðum. Þannig að við höfum það líka í huga. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér eins og fram hefur komið heimild til að Bjarg fasteignafélag geti veðsett þær eignir sem þeir eru að byggja hér hjá okkur, og við hér settum fram spurningar á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar þetta kom þar inn og höfum svona verið að fá svör, en svona langar aðeins að ég ætla ekki að taka löngur aðeina vonandi hérna, en mér langar aðeins að impra á í rauninni kannski sögunni eða ekki sögunni, eða svona bara mínum hugleiðingum í þessu að sem kannski útskýri svo aftur þá niðurstöðu sem að ég kemst að. En þetta var virkilega falleg hugmynd þegar þetta kom hér inn hjá okkur, að það yrði hægt að búa til íbúðir sem að væru með lága leigu, þannig að fólk sem að væri ekki með háar tekjur gætu fengið tryggt húsnæði og á viðunandi kjörum, og hugsanlega hefði þetta geta hjálpað þeim sem að voru kannski að fara á stað og hefðu hug á að kaupa sér íbúðir síðan meir, að komast í lága leigu íbúðir og geta þá kannski hugsanlega lagt fyrir, og sérstaklega þetta átt að vera nokkurn veginn öruggar íbúðir, að væri ekki verið að henda fólki út eða fengi óvænt bréf það að væri búið að hækka leiguna einhverjar ákveðnar upphæðir, og eða gjöru svo vel skrifa ekki undir samninga, þá því hent út. Líka hafði maður svona ákveðna væntingar þegar þetta kom til tals, að þetta myndi nú hafa einhver áhrif á þá verktaka sem að eru hér á Akranesi og kannski eitthvað nær sveitum. Þannig að þeir fengju þá aukin verkefni og hugsanlega þá myndi það skila sér í útsvari til sveitafélagsins. Þannig að það leit allt rosalega vel út, og okkur var sagt í upphafi að við gætum ákveðið og ráðið því hvort að við gerðum kröfu á það að okkar framlag yrði endurgreitt eða ekki, og okkur fannst nú sjálfsagt að við myndum hafa það inni að við fengjum hugsanlega peningan okkar tilbaka, og það væri þá hægt að velta þeim áfram í svipuð úrræði. Það sem að hefur svo komið í ljós og var svona ákveðið svekkelsi hjá mörgum, það var það að framkvæmdaraðilinn Bjarg ákveður að kaupa hús tilbúin og flytja þau hér inn erlendis frá. Það í sjálfu sig kannski var ekki aðalsvekkelsið, en það að
þeir verktakar sem eru hér, það eftir þeim haft að það hafi ekki einu sinni verið rætt við þá hugsanlega aðkomu. Það eiginlega það sem var svona eiginlega fyrsta sjokkið í þessu ferli. Nú, húsin eru pöntuð og svo hér korter áður en að eftir því sem okkur sagt að skipin sem að koma með húsin tilbúin að koma hér að hafnagarðinum og þá þarf félagið að borga einhverja summur greinilega því að þá kemur þetta hér inn til okkar að veita þessa heimild að því að við höfðum komið því inn í samningana að þeim væri ekki heimilt að veðsetja eignina nema þá með okkar leyfi. Við ákváðum það hér á þriðjudaginn að hinkra aðeins með þetta og leita frekari svara. Við höfum fengið töluvert af svörum en samt sem áður finnst mér eins og það sé svona holrúm í mörgu af þessu. Menn vilja ekki fullyrða neitt og setja varnagla við flestu sem eiginlega spurt En við stöndum fram fyrir því að taka afstöðu í þessu máli. Það hægt að svona koma með kannski svona ýmsar spurningar og svona athugasemd sem svolítið svona merkilega að þetta lán sem þeir eru að taka og nota bene að það eru BSRB og ASI sem standa á bak við þetta fyrirtæki og þar hefur fyrsti varaforseti allavega ASI talað hátt það að verðtryggð lán séu nánast í mannsmorð en þarna hann aðili að því að það eru tekið þarna vísitölutryggt lán fyrir þessari framkvæmd, svona smá athugasemd. En eins og mig langar að líka koma þess að í rauninni löggjafanum að hann setur náttúrulega þessi lög og maður fær það svona á svona eiginlega finnst að löggjafinn sé í rauninni að spila með okkar peninga því að það þeirra uppi staðið að ef allt rýtur að þá eru þessi peningar í rauninni farnir frá okkur. Þannig að mér finnst eins og þetta atriði hefði kannski átt að vera örlítið skýrara og það komum við kannski inn á það sem við höfum rætt hér okkar á milli að kannski hefði maður átt að spyrja meira, kafa dýpra ofan í þetta en hinbóginn hefði kannski líka verið hægt að segja að það hefði mátt fylgja þessu svona nánari upplýsingar sem en ekki það að við varum að reka okkur á eitthvað leið og þessi framkvæmdatími í gangi. Þannig að löggjafinn hefur í rauninni séð til þess að þeir sem að lána í þessar framkvæmdir þeir eru nánast alltaf tryggir nema þá ríkið sjálft og sveitarfélögin. Þannig að þetta mjög gjarna mátt liggja aðeins fyrr því að
eins og ég sagði hér áðan, skipið að koma og fyrirtæki þarf nauðsynlega á því að halda að fá þessa fjármuni sem að skapar það að við í rauninni höfum lítinn tíma til þess að ákveða okkur og í rauninni ekkert fyrir okkur að ákveða nánast nema að segja já. En það kannski ekki alveg það sem að við hefðum viljað að vera stillt svona upp í vegg undir þeirri tímapressu sem að við í rauninni erum. Þannig að ég hefði svona, þegar maður horfir alltaf aftur í tíman og reynir að læra eitthvað, að það mjög sennilegt að ef að svona framkvæmd eða aðgerð eða vegferð, hvað maður kallar þetta, og sko það kemur hér inn aftur að það ekki víst að ég geti í rauninni samþykkt það, því að ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að við hefðum átt að stofna okkar eigið fasteignafélag og það í rauninni hefði getað farið í þessar framkvæmdir, þó kannski ekki í þessari stærðargráðu, en við hefðum allavega getað byggt einhverjar íbúðir á ári, hverju ári, og fengið á stofnframlög frá ríkinu, og við hefðum þá getað komið í rauninni okkar eignum í þessu inn í þennan rekstur og haft það sér félag. Ég hef verið þeirra skoðunar að við séum komin og höfum verið komin á þann tímapunkt fyrir nokkru. Nú að þessu sögðu, ég ætla ekki að hafa nú búin að skrifa einhverja punkta hérna sem voru kannski ekki eftirhafandi í þessu ræðupúlti, en þetta náttúrulega mál sem að við í meiri hlutunum megum ekki taka upp sem eitthvað ágreiningsmál meiri og minni hlutans. Við sitjum í þessari stöðu öll og það í rauninni mín niðurstaða, það ekkert í rauninni í stöðunni annað en að greiða þessu atkvæði og samþykkja þetta, og hvort við stöndum öll saman í því eða ekki náttúrulega verður hver og einn að ákveða, en ég allavega með töluvert óbragð í munninum þegar ég mun greiða þessu atkvæði. Að þessu sögðu þá langar mig að þakka sérstaklega Steinar Adolfssyni fyrir mikla vinnu við að leita eftir svörum fyrir okkur, og einnig satt hérna með okkur endurskoðandi okkar Jóhann Þórðarsson og svaraði hér spurningum líka. Svo ætla ég sérstaklega að þakka honum vini mínum Ívari Pálssyni lögfræðingi fyrir að sitja hér á línunni á þriðjudaginn. Þannig að þessu sögðu þá mun ég greiða þessu atkvæði mínu, en ég tek það fram að ég ekki sáttur við þetta. Ég hefði viljað fá lengri tíma og niðurstaðan hefði kannski orðið svo sama. Það ekki forsvaranlegt að við fáum hér inn algjörlega umræðulaust svona gjörning. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða.
Ég svona bara tek heilshugar undir ræðu félaga okkar hér, bæði fulltrúa Einars Brandssonar. Ég ansi svona hugsi yfir þeirri stöðu sem að við erum stödd í. Ég upplifi það þannig að við séum upp í vegg og höfum í rauninni ekki valkosti og ég velti fyrir mér hér hefur verið farið yfir það að það eru eftirlitsskyldir aðilar eins og Íbúðalánasjóður og annað slíkt sem hafa eftirlit með þessu félagi og að við höfum tilkall til þess að fara með eftirlit og að í rauninni eins og ég hef skilið það sem hér hefur komið fram í upplýsingum sem okkur hafa verið veittar að Íbúðalánasjóður geti í rauninni á hverjum tíma stigið inn í félagið og leysta upp með heimild ráðherra. En ef að hlutinni fara þangað að þá stend ég eftir sem áður einhvern veginn í þeim sporum að velta því fyrir mér er það ekki samt okkar ábyrgðin á því hvernig við í rauninni getum við eitthvað ítt þeirri ábyrgð annað? Er hún ekki alltaf hér í þessum sal af því að setja þessa peninga þarna inn? Og ég mér finnst líka óþægilegt í þessu máli að mér finnst svona hlutir eins og bara hver eru lánakjörin, hver er lánstíminn hjá þeim sem er að fara þarna inn á fyrsta veðrétt, hver er svona í rauninni bara hvert er módelið, hvert er tekjumódelið sem að búið er að fara yfir og hér hefur komið fram, ég meina Íbúðalánasjóður veitir heimild til að eignin sé veðsett og fer yfir þetta allt saman út frá forsendum lagana og hefur þá eftirlitsskyldu, en við erum að setja peningana þarna inn. Getum við bara treyst því í blindi? Ég velti því fyrir mér og mér líður ekki vel með það. Ég verð bara að viðurkenna það alveg eins og er. Og líka bara að eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á áðan að einhvern veginn að hér komi inn svona beiðni og skipið er bara á leiðinni í höfn eftir 4 daga. Er það vinnubrögð sem við erum tilbúna til að sætta okkur við? Og ég er búin að velta þið mikið fyrir mér bara, get ég samþykkt þetta? Get ég bara hort í spegilinn og sagt bara já, ég er tilbúin til þess að veita heimildi þess að við tökum 92 milljónir úr bæjarsjóði og setja það sem stofnframlag inn í félag sem er algjörlega víkjandi krafa ef eitthvað gerist. Og það er auðvitað þannig þegar maður fer í svona gjörninga að maður verður að velta fyrir sér því versta sem getur gerst af því að það er ekki fyrir þá sem að hlutinni verða vondir. Þannig að ég viðurkenni það, ég er eiginlega bara ekki ennþá búin að gera upp hugminn hvort ég get veitt þessu atkvæði mitt, en hins vegar gerir mig grein fyrir því að í sjálfu sér er búið að binda okkur í báða skó. Löggjafinn er búin að binda okkur í báða skó og við erum kannski líka svolítið búin að sigla feigðarósi, upplifi ég. Ég veit ekki hvort það er okkur að kenna eða skiljiði, hvort við hefum átt að vita betur eða hvernig það er, en en mér finnst svona eins og ég hafi setið í fleginu bara og siglt áfram og einhvern veginn ekki engin átt að segja á því hvað væri að fara að gerast, í hvaða gjörningi við værum, af því að minn skilningu var sá að við værum með tryggða kröfu. En síðan kemur það í rauninni upp úr dúrnum korter í að það er orðið og seint að skrifa undir að það er ekki þannig. Þannig að svona, já, það er allavega hægt að segja það að við getum lært af þessu og ég meina
að sjálfsögðu þetta falleg hugmynd og löggjafinn örugglega vill vel og ég meina við höfum viljað vel í allri þessari vegferð en sko það samt bara þannig þegar uppi staðið þá berum við ábyrgðina gagnvart okkar umbjóðendum sem eru bæjarbúar hér á Akranesi sem eiga þessa peninga og ég meina ok, við fáum afnota 8 íbúðum en það bara ef hlutinni gangi upp væntanlega já, ég vona bara að við getum allavega tekið góðan lærdóm frá þessu máli og ég svo sem líka finnst mér einhvern veginn og veit ég hvort það ég þarf kannski að finna viðeigandi orðalag mér finnst einhvern veginn eins og það sé alltaf kom eitthvað nýtt upp á pokanum í þessu máli það átti sér líka stað bara gagnvart því að þetta fór ekki í útboð það var ekki talað hér við verktaka á svæðinu þó að það hefði verið í rauninni búið að gefa það í skyn í ferlinu sko og í rauninni einhvern veginn þú veist verðmætasköpunin hér í samfélaginu verði kannski miklu minni heldur en menn einhvern veginn höfðu trú á yrði og þetta allt einhvern veginn bara svona svolítið sárt sko svona að standa einhvern veginn í þeim sporum að maður hafi ekkert val Takk fyrir Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta búin að vera ágætis umræða og auðvitað kannski hefur verið dregið fram þeir neikvæðu hlutar í þessu máli sem að við höfum í rauninni verið að reka okkur á en við mögum samt ekki alveg gleyma okkur á því að tala verkefni niður. Það auðvitað þannig að hugmyndin sem slík hún ekki sprottin orðin til úr engu. Það auðvitað þannig að það búið að vera gríðarlegt ákall í samfélaginu það að það ástand sem upp í húsnæðismálum því verið breytt. Gríðarlega alvarlegt að horfa framan í það að fólk sé að verja 60-70% af sínum ráðstöfunartekjum í það að búa sér þak yfir höfuð og fyrir þá sem að fylgst hafa með kjarasamningsumræðum áttar maður sig á því að það rosalega þungi í því að það verði brugðist við í húsnæðismálum og þessi hugmynd í upphafi með óhagnaðardrifin leigufélög hún er rauninni bara mjög fögur sýn og hún er algjörlega nauðsynleg inn í það umhverfi sem er á Íslandi í dag. Við getum alltaf verið sammála um það. Ég hins vegar alveg sammála því sem fram hefur komið hér að í ákveðnum hlutum finnst manni að maður hefur verið plataður eða kannski má orða öðru sig. Maður hefði kannski átt að grafa dýpra sjálfur og auðvitað þannig þegar maður lesi gegnum lögin algjörlega frá orði til orðs þá má nú finna ýmislegt af því sem að allavega ég hef talað um að hafa ekki verið upplýstur það stendur einfaldlega í lögum og þannig að ég vil auðvitað taka það til mín bara beint sjálfur að maður hefði kannski átt að vinna kynningavinnum betur að kynna sér málin betur í upphafi til þess að vera einmitt í stakkbúin til þess að spyrja þær spurningar sem við höfum einmitt komið fram með núna á síðustu metrum. Auðvitað er þannig þegar þetta bréf kemur inn og það er krafist samþykkis bæjarstjórnar fyrir ábyrgðum þá skellur raunveruleikinn í rauninni á okkur og við áttum okkur á því að þegar upp kemur spurning
þá getum við ekki tryggt félagið, eða tryggt fjármunum okkar í félaginu ef að það fer í þrot. En við skulum ekki gera samt ráð fyrir því að félagið sé að fara í þrot. Og það má þetta ekki verða aðal umræðefnið. Ég held að það sem við gerum kannski best í dag, það er að horfa til þeirra eftirlitsþátta sem við getum virkjað og eigum að virkja og nýta okkur í rauninni þá til þess að tryggja að þetta verkefni gangi nú snurðulaust fyrir sig og að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af fjármunum okkar, heldur séum í rauninni að velta því fyrir okkur hvernig við getum ráðast í næsta verkefni að þessum toga. Ég held, svo ég kannski bara ljúki máli mínu með það, að þetta, þessi félagagerð og stór átak í húsnæðismálum með þessum hætti muni verða lausnin í kjarasamningum núna sem eru undir og þess vegna held ég að við eigum ekki að mála myndina of svarta í þessu máli. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, bæjarstjóri, ágæti bæjarfulltrúar og aðri sem á hlýða. Ég kannski gleymdi því í ræðuminni hér áðan að vissulega óska ég þess að þetta verkefni gangi upp. Það má ekki taka það þannig og það er í sjálfu sér ekkert sjáanlegt þannig að í dag allavega sem að getur komið í veg fyrir það en þarna er á ferðinni nýtt félag og í rauninni ekki þannig lagað sterkt fjármagn þar á bakvið, þannig að það er náttúrulega mitt hlutverk sem kjörin fulltrúa hér að fara vel með fjármuni bæjarins og það er á þeim nótum sem að ég tala en vissulega óska ég þess að þetta gangi allt upp en það hefur svona aðeins verið komið inn á þetta hér fyrr að hugmyndin er góð en svo er alltaf þessi spurning þegar þarf að koma góðum hugmyndum í framkvæmd og móta þær að það er spurningin hvort að staðan á Alþingi hverju sinni gerir það einhvern veginn að verkum þar sem aðilar virðast stundum ekki geta að tala saman að það eru málamiðlanir sem eru gerðar þar að þær í rauninni kannski setja kannski ekki fagran blett á þessar fallegu hugmyndir. Ég velti þessu svona fyrir mér. Að þarna kannski hefði mátt gera aðeins betur og eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á vissulega hefðu við geta lesið lögin í þaula og reynt að skilja þau og reglugerðirnar en það er mér til afsökunar kannski að ég hef bara ákveðin tíma í hverjum sólarhring sem ég get fórnað, ég tel það ekki sem fórn heldur nýtt til þess að kynna mér þau mál sem að koma þessu starfi mínu við. Þannig að ég hef valið það að lesa eins mikið og ég get og svo hef ég hlýtt á aðra sem hafa lesið meira og ég vona ég móðgi engan en ætla ekki að nefna neina sérstaka. Stundum er manni bara sagður sannleikurinn á þann hátt að maður
trúir honum, en það kannski ekki allur sannleikurinn, bara hluta honum. En ég vona að þetta verkefni gangi sannarlega upp og ég veit að við erum með eitt enn verkefni sem við erum búin að skuldbinda okkur í og ég með þessa reynslu að vona á því að það komi hér inn líka. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langaði nú bara að koma hérna upp því að kannski fyrir ræðu minni talaði of mikið það ef að fyrirtækið færi í þrot og talaði þær sviðsmyndir eins og það væri bara eina leiðin sem að væri hægt að stefna. En ég vona að svo verði alls ekki en það sem ég langaði að taka undir, hugmyndin falleg og sem eins og hefur komið líka hér var svo að tryggja fólki í 2 lægstu tekjutíundunum eða þau ættu allavega meiri möguleika en áður á öruggara húsaskjóli sem að þau myndu ráða betur við afborganir, þau myndu geta jafnvel einhverjir lagt fyrir til þess að komast í eigið húsnæði og eins og hefur líka verið komið fram á sem ég langaði líka að aðeins að vera það að ég auðvitað ekki sátt auðvitað við það sem við höfum held ég öll hér við borðið að þeir verktakar hér á svæðinu hafa ekki fengið aðgang að þessari framkvæmd upp á verðmætasköpun í okkar samfélagi og ég auðvitað alls ekki sátt hversu stuttan tíma við erum að fá í þessa ákvarðanatöku en húsin held ég komin inn í okkar landhelgi á skipum og þröngur ákvörðunartíminn. Ég óska þess að félagi gangi vel, hefði gjarnan viljað meiri tíma í eins og vita betur lánakjörin og allt það en ég held að við munum læra af þessu. Ég ætla að greiða þessu atkvæði mitt sem af því að öllum ég vil trúa því að við sem að veita nokkrum fjölskyldum allavega einstaklingum, öruggara húsaskjól betri lífsskilyrði þeir sem hafa fengið tryggingu fyrir því að fá þarna íbúðir þessi aðgerð var eina stóru aðgerðunum í kjölfar kjarasamninga 2016 ef ég man rétt ártalið og eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á að þá þetta mjög stór þáttur núna aftur í þeim kjarasamningum sem vonandi við förum að sjá vonandi og það sem meira að það verið að útvíkka hugmyndina talsvert frá því áður að það verið að breikka aðeins tekjubilið og hærri upphæðir og hraðari uppbygging hvað var það stofnframlög inn til Íbúðalánasjóðs. Þannig að samkvæmt þeim upplýsingum sem allavega voru lagðar til. En svona mitt motto hér, lærum af þessu, við bara hugmyndin góð og ég vona að allt gangi vel og þær fjölskyldur sem þarna muni búa í bara gott líf. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næsta á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Þetta góð umræða og það gott að fá fram líka jákvæðu punktana og eins og ég svo sem sagði í ræðu minni áðan hugmyndin falleg, ég alveg sammála því og ég get alveg tekið undir það að það í sjálfu sér engin ástæða kannski til þess að ætla að þetta fari allt saman til andskotans ég held að við og ég tek undir með bæjarfulltrúa Ólafur Adolfsssyni að ég held að við eigum að grípa til þeirra ráðstafana
sem að við mögulega getum til þess að tryggja að við séum með góðar upplýsingar það hvernig framvinda verksins og síðan þá framvinda rekstrar félagsins í framhaldinu og við höfum auðvitað ákveðnar heimildir í lögum og reglugerðum til þess og ég legg það bara áherslu á það að við setjum þá þann mannafla sem að við teljum að til þurfi eða þá manntíma getum við sagt til þess að tryggja okkar hagsmuni í þessu og ég svo sem eins og ég sagði áðan svona kannski ósátt við hvernig ferillinn á þessu öllu hefur verið en það líka þannig að það kannski óábyrgt að það ekki hægt að segja nei, þú veist, það svoleiðis, það tilgangslaust og óábyrgt að greiða þessu, að greiða atkvæði á móti þessu. Hugsanlega gæti maður litið á það sem kosta að sitja hjá, en í sjálfu sér kannski þjóna það voðalega litlum tilgangi, þannig séð. Það í sjálfu sér kannski ekki mikil afstaða. Þannig að með því fororði að ég mun beita mér fyrir því hér á þessum vettvangi til þess að við verðum með puttan á púlsinum í það að tryggja okkar hagsmuni og hagsmuni bæjarbúa í tengslu við það stofnframlag sem við höfum samþykkt að setja í þetta félag, að þá mun ég greiða þessu atkvæði mitt. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Þá ætla ég að óska eftir því að varaforseti leysi mig af hérna eitt augnablik, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og eftir að fá orðið. Já, bæjarfulltrúi Margrét Líndal Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp áðan og sagðist ekki ætla að taka á lönguræðina. Kannski tek ég hana þá bara. En sjáum til hvað ég endist til að fara yfir. Margt af því sem að ég var svona búinn að punkta hjá mér hefur nú svo sem komið fram í máli bæjarfulltrúa nú þegar. Sumt endur tekið þá bara kannski. Mér langar bara svona aðeins að fara yfir málið og þá kannski fara yfir söguna. Samstarf Akraneskaupstaðar og Bjargs íbúðafélags hefur haft langa meðgöngutíma sem hófst á síðasta kjörtímabili og ég upplifði það, ég tel að bæjarráð þáverandi og bæjarfulltrúar allir hafi tekið vel í hugmyndina og verið spenntir fyrir verkefninu. Það var lagt af stað í þá vegferð að fara í viðræði við Bjarg með það fyrir augum að hér yrði ráðist í uppbyggingu á leiguhúsnæði. Nú í október 2017 samþykkti bæjarráð viljayfirlýsingu. Stofnframlög voru samþykkt í janúar 2018 og stofnframlögin eru alls tæpar 93 milljónir, þar af 53 milljónir í formi eftirgjáragjöldum og já, segjum á að gegn þessu framlagi þá fái Akraneskaupstaður ráðstöfunarrétt á 8 íbúðum af þeim 33 sem byggðar verða. Markmiðið með þessari uppbyggingu að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga á Akranesi og húsnæðiskostnaður verði í samræmi við greiðslugetu leigjenda. En sé ekki að fólk þurfi ekki að vera að greiða 60% tekna sína jafnvel í
í það að eiga þakk yfir höfuðið eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom mér inn á áðan. Þetta húsnæði fyrir vinnandi fólk á lágum launum sem í dag í viðkvæmri stöðu á dýrum og fábreyttum leigumarkaði, þar sem húsnæðis öryggi lítið. Hagsmunir Akraneskaupstaðar af þessu verkefni geta verið mjög miklir. Því þörfin fyrir félagslega aðstoð eða fjárhagsaðstoð getur meðal annars skapast þegar tekjulágt fólk hrökklast af þessum dýra almenna leigumarkaði. Og þetta verkefni getur þannig dregið úr kostnaði bæjarins með því að gefa fólki kost á að hjálpa sér sjálft og koma þannig í veg fyrir að bæjarfélagið þurfa að grípa til félagslegra úrræða eða jafnvel dýra neyðarástafana. Það að fá ráðstöfunarrétt á 8 íbúðum gegn 93 milljóna stofnframlagi góður samningur fyrir Akraneskaupstað og getur jafnvel gefið okkur tækifæri til að endurskoða þörf bæjarins á því að eiga sjálfur íbúðir. Ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið ljóst að minnstu kosti einhvern tíma að fjármögnun þessa verkefnis yrði með þeim hætti að stofnframlög ríkisins og Akraneskaupstað stæði undir 30% kostnaðar og hinn 70% yrði fjármögnun með lánsfé. En þeir aðilar sem að standa að íbúðafélaginu Bjargi kæmi ekki með neina fjármuni sjálfur inn í þetta verkefni. Ég skal fúslega viðurkenna að ég hafði ekki gert mig grein fyrir þessu fyrir málið kom til umræðu í bæjarstjórnar í þessari viku. En ég gera sjálfsögðu ráð fyrir að til dæmis reglum kaupstaðarins upplýsingaöflun hafi verið fylgt að minnstu kosti eins og framvaxti kostur og að þetta hafi legið fyrir. Það breytir ég ekki að maður veltir í fyrir sig hvort þetta sé eðlileg ráðstöfun. Það að aðilarnir á baku Bjarg kom ekki með neina eigin fjármögnun inn í verkefnið. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson nefndi það hérna áðan, það hefðu ef til vill mátt fylgja nánari upplýsingar til bæjarfulltrúa og ég ekki frekar en hann les allt, ég les ekki allt þó maður lesi eins mikið og maður mögulega kemst yfir. En ég tek undir það með bæjarfulltrúi Einari Brandsssyni að ef til vill hefðu mátt fylgja betri upplýsingar til okkar. Ég tek einnig undir það sem hér hefur komið fram hjá mörgum bæjarfulltrúum að varðandi það að verktakar hér hafi ekki átt kost á að koma að verkinu. Það eitthvað sem við sem sitjum í bæjarstjórn Akraness hljótum að taka mjög alvarlega. Fyrst og fremst það samt gagnrýnivert að það erindi sem að hér liggur fyrir bæjarstjórn leyfi til veðsetningar gegn fyrsta veðrétti í húsinu 3 skuli ekki koma til okkar afgreiðslu fyrr en núna þegar húsin eru bókstaflega komin á skip og leið til landsins. Og það verður að segjast að sá sem sendir inn þetta erindi virðist ekki einu sinni hafa gert ráð fyrir tíma fyrir stjórnsýslulega meðferð hjá sveitarfélaginu. Og þetta bara einfaldlega ekki góð framkoma gagnvart bæjarfulltrúum sem fá engan tíma til að afla sér upplýsinga og neyðast til að taka málið í hálfgerða flýtimeðferð í bæjarstjórn. Og það sem bæjarfulltrúar hafa hér staldrað við skiljanlega að fræðilega gæti Akraneskaupstaður tapa sínu stofnframlagi ef allt fer á versta veg og bankinn nýtir sér veðréttinn. Samkvæmt þeim upplýsingum sem við bæjarfulltrúar höfum fengið þó að var ólíklegt að þetta gerist. Það eru margir varnaglar í lögunum, það rík eftirlitsskylda og ansi margar girðingar þurfa að falla áður en þetta getur gerst. Í raun lítil hætta á að þetta getur gerst og því Akraneskaupstaður ekki að taka mikla áhættu í raun og veru. Engu að síður eðlilegt að bæjarfulltrúar þurfa að hugsa þetta vel því á okkur hvílir sú skylda að fara vel með almannafé og gæta hagsmuna Akraneskaupstaðar. Þessi ráðstöfun engu að síður í samræmi við bókstaf laganna almennar íbúðir. Þau virðast einfaldlega að gera ráð fyrir því að málum sé hagað með þessum hætti. En eins og áður sagði þá eru líka margir varnaglar í lögunum og þau gera ráð fyrir eftirlitsskyldu og á hana verður bæjarstjórn Akraness að leggja mikla áherslu. Að því sögðu þá mun ég samþykkja þá tillögu sem liggur fyrir hér í dag. Markmiðin með þessari framkvæmd standa jafn sterk og áður. Húsin eru væntanleg í höfnina hér á Akranessi. Ég tel mikilvægt að framkvæmdin geti haldið áfram og hagsmunir Akraneskaupstaðar af því að framkvæmdin haldi áfram eru verulegir
og þá þarf að vega á móti þeim hagsmunum sem við varum hugsanlega að verja ef við vildum hafna þessari tillögu. Og ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar í ráðan. Gleymum okkur ekki í að tala verkefni niður. Höfum trú á verkefninu. Þannig að þetta er flott verkefni með frábær markmið og ég hef trú á þessu framtaki. Ég hef trú á Bjargi og ég hef þá trú á bæjarstjórn og starfsfólki Akraneskaupstaðar í nútíð og framtíð að við munum sinna okkar eftirlitshlutverki vel og leggja okkar á mörkum til að gæta þess að verkefni verði farsælt. Takk. Bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir? Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem áhlýða, ég tek undir með held ég flest eða öllum þeir sem hafa komið hér upp að vissulega var þetta verkefni leitaður í út í upphæði. Það hefur svolítið fallið á, en samt sem áður í mínum huga er þetta jafn mikilvægt verkefni ennþá og jafn þarft fyrir okkur. Það er bara eins og hefur verið komið hérna inn á, það er ótrúlega margir og eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á, það er sorglegt til þess að vita að hér séu íbúar í bænum sem bara skrimta á íbúðamarkaði og eins og leiguverð hefur þróast, þá er bara fyrir mjög margar fjölskyldur, þá er þetta bara bróðurpartur ráðstöfunartækjum sem er bara í mínum huga eitthvað sem við eigum ekki að sætta okkur við og verðum að gera allt sem við getum til þess að létta undir. Við erum þarna vissulega að fá 8 íbúðir og við getum gefið okkur á almennum markaði séð það 200 milljónir, en við erum að vissulega fá þessar 8 íbúðir á 92 milljónir þó við höfum bara umráðarétt yfir þeim og eins og bæjarfulltrúi Ólafur kom inn á, þá megum við ekki leyfa okkur bara að lita þetta á dökkum litum. Við verðum að hafa trú á verkefninu og vera bjartsýn og mér finnst ég ekki sjá neitt sem á að benda til annars en að þetta bara takist vel og skipin koma hér í höfn í næstu viku og þetta verður bara glæsilegt og vonandi geti þarna 33 fjölskyldur flutt inn sem fyrst. Okkur hefur verið tíðrætt eftirlitsþættina og í þessu eins og bara allra annarri áhættustýringu þá eru bara eftirlitsþættinni mjög mikilvægir og það bara reynir á okkur að spyrja spurninga og vera virk í eftirlitinu og jafnvel bara er þetta eitt sem bara öll bæjarstjórnin á að taka sér saman að bara vinna að og bara fylgja eftir. Það hafa orðið hérna gífurlegar hækkanir á íbúðaverði. Á síðustu 25 árum eru hækkanir eitthvað 500%. Þannig að mér finnst þetta góð fjárfesting, en vissulega er það þannig að ef á Vestaveg fer þá erum við búin að tapa 92 milljónum. En það er bara í svo mörgu. Við gætum líka einmitt hafa keypt, eins og bæjarfulltrúi Einar kom inn á, við gætum alveg hafa farið að stofna félag sjálf, það er heimilt fyrir því í lögunum, en við gætum alveg kalla fram sömu sviðsmynd þar og húsnæði sem við byggjum þar, það bara stóðst ekki kröfur og við sitjum uppi með verðlaus hús eða bara við fórum langt fram úr því sem við ætluðum okkur og leiguverði stendur ekki undir kostnaði eða þá bara er kostnaðurinn orðin þannig að við getum ekki boðið þennan valkost. Þannig ég held að á heildina litið séum við að gera rétt þó vissulega hefðu þessar upplýsingar allar átt að koma miklu fyrr fram en ég held að á heildina litið séum við að gera rétt. Ég held við séum að stíga mjög þarft og gott skref og ég vona að í framtíðinni þá verði fleiri svona verkefni þó vissulega munum við þá vanda okkur betur eins og hefur verið komið inn á bara þeir aðeila sem við eigum hér á heimamarkaði og fleira til. Takk fyrir. Og já, ég mun klárlega segja já.
Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti og virðulegir bæjarfulltrúar hafa búið að segja allt sem ég ætla að segja, hafa búið að segja hérna undan. Ólafur Ragnarsson, bæjarfulltrúi Ólafur Ragnarsson, bæjarfulltrúi Valgarður Líndal og bæjarfulltrúi Elsa Lára og Ragnar búið að segja það sem ég ætla að segja, þannig að ég er bara að endurtaka. En ég hef sagt hérna áður í þessum ræðustóli, ég er stoltur að hafa stungið upp á þessu verkefni. Ég datt í hug, ég heyrði að stakkið upp á því við bæjarfulltrúana Ingibjörgu Valdimars og Valgarður Líndal að fara í þessa vegferð og við erum komið þetta langt og við erum að vera stolt af því. Það er rétt sem hefur komið fram, við þurfum bara að læra á þessu og ég vona að við höldum bara áfram, að við bara farið viðræður aftur við Bjarg þegar við erum búin með þetta verkefni og þá bara gerum við það bara á réttan hátt. Við vitum hvernig á að gera það, við erum búin að tala um það, það er búið að benda á það, þannig að það á ekki verið neitt flókið. Og ég er alveg viss um það að við fáum þetta margfalt tilbaka, þetta stofnframlag. Það átti að skila sér alveg örugglega. Og ég hef ekki nokkra ágjörð í að þetta fyrirtæki fari, eða félag, þetta er félag, fari yfir. Það er bara, það mun margt annað gerast. Annað flugfélag til dæmis fara á svona félag hér á hausinn. Þannig að ég held að, eins og ég segi, við mögum bara vera stolt af þessu og við höldum bara áfram á þessu. Það er bara mjög mikið þörf fyrir þessu og ég bara þakka þeim öllum sem að hafa sagt það sem ég ætlaði að segja, þannig að ég mun örugglega segja já. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Svo er ekki, þá ætla ég að biðja forseta að klára málið. Takk fyrir mig. Já, ég þakka varaforseta Einari Brandtssyni fyrir að leysa mig hérna af. Umræðum málið er þá lokið og hér er tillaga að bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Akraness veitir heimild til veðsetningar tryggingabréfs Landsbanka Íslands HF að fjárhæð krónur 655 milljónir á fyrsta veðrétt eignanna / lóðana Asparskógar nr. 12, fasteignanúmer F 23 33 340, landeignanúmer L 207 767, Asparskógar 14, fasteignanúmer F 23 33 341, landeignanúmer L 133 256 og Asparskógar nr. 16, fasteignanúmer F 23 33 42, landeignanúmer L 207 763. Er heimildin veitt með hliðsjón af skriflegri veðsetningarheimild Íbúðalánasjóðs til Bjargs íbúðafélags HSS dags 20. mars 2019. Þeir sem samþykja þessa afgreiðslu málsins gjöra svo að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum, 9 talsins. Nú fleira er ekki á dagskrá þessa fundar og ég segi 1291. fundi bæjarstjórnar Akraness slitið.